Daniel, það annað 4 stiga tap fyrir Keflavík á þessu tímabili. Hvað gerist hjá okkur í dag? Hvað tapið þessu? Fyrsta leikurinn bara. Bara mætum til leik, bara eins og svona litlir í okkur bara. Og við erum bara smeykir við að vera með boltir í höndunum og með 5 turnover í fyrsta leikurinn sem er náttúrulega og er ekki gott. Og 5 turnover geta gert 10 stig og það er 10 stiga munur hérna eftir fyrsta leikurinn sem er bara súrt og ég var frekar til að enda þessi turnover með einhverjum skotum. Bara lélegar ákvarðanir skilur sem bara súrt en síðan hérna í seinni hálfleik þá sýndu þetta hjarta og reynum að vinna fyrir einhverju að gera og það var svona mistök sem í fjóra leikurinn sem við gera varnarlega sem fór í rauninu. Við sóknarlega að ganga ágætlega í seinni hálfleik en bara þessi leiðilegi herslumunir hann stundum erfiður að eiga við. Þú missið Vinsson í 3 villur bara eftir 6-7 mínútur. Það ekkert erfitt fyrir liður svona? Já, ég hef verið mjög hugsi yfir mörgum villur sem hann hefur fengið í vetur. Og það var ekki, fyrsta villarinn ég vildi ekki vera að dæma Óli Skrín svona það væri Óli Skrín alla leikinn að mínu mati oft sko, ég veit ekki, ég vildi fá dæma Óli Skrín fyrir að ég tel svipuð tilfelli í seinni hálfleik á þá en það var ekki, ég veit ekki alveg hvað er. Ósamræmi í dómgæslunni bara? Ég meina að við getum verið að væla á allt það en mér finnst það, náttúrulega, þetta finnst þjálfurinn alltaf, eða stundum og mér fannst bara, það var leiðilegt fyrir okkur slæmt fyrir okkur að hann þurfti að fara út af snemma og kom inn strax í villuvandræði sem var að því að hann gat varla verið að spila vörðinn í kvöld þar sem við þurftum líka að halda á honum sóknarlega þar sem að hann er okkar besti sóknarmaður. Já, þetta er bara fullt. Þið gerir nú vel að Keflavík fyrir upp einhver 8-10 stig í einhver 4-5 skipti sem og fóru mest í 16 stig. Þau koma alltaf tilbaka. Það getur nú verið svona einhver karakter að gera það. Já, við höfum þetta alveg við getum alveg gert góða hluti en við þurfum að nenna að hafa fyrir að vinna og það þýðir ekkert að reyna að gera það einhverjum skortum, það þarf að gera það í 40 mínútur og hver sem kemur á gólfið eða kemur á bekkinn það þarf að vera einbeittur á verkefni allan tíman og þess vegna er þetta bara svo ógeðslega fúlt sko. Sérstaklega mætið til leiks eins og við gerðum eftir að vera niðurlegir inn á heimavelli móti Haukum að bjóða upp á það að við viljum koma hérna móti Keflavík sem við tapa 4 sinni í rauðamóti núna, 5. skipti núna. Sýna svona fyrsta leikvölda skilju en ég var ánægður með hvernig komum tilbaka en Keflavík gerði það vel og kom tilbaka og Hörður Axel grilla okkur bara í fyrri hálfleik og áttum ekki sens og bara ekki nægilega gott en þó sé 4 stig, það var ekki nægilega gott ef við ætlum að láta í play-offs, það er ekki nægilega gott þá þarf að gera eitthvað annað. 2 leikir eftir að regular season, hvað þurfum við að gera til að snappa út af þessu ef við ennþá tapriðinu ykkur? Gera hlutina saman, kannski gera hlutina einfaldari og gera bara meiri stefnufestu, þar að segja ekki vera að fara út úr leikskipulagi og ekki vera að reyna að vera eitthvað hetjur on our own sko, þetta er liðsport og við þurfum að gera þessar hluti saman og við þurfum bara að executa þá hluti sem við höfum verið að æfa í allan vetur og vonandi klikka það bara fyrir play-offs. Alveg að lokum, sáum að Oddur var í borgaralegum klæðum, búist þú honum á Það ekki að spila aftur helgina? Ég er mjög súrt náttúrulega að missa hann er 25 minna maður hérna hjá okkur og rosalegur skorari og það vantar alveg skot frá honum inn í kvöld og búið til náttúrulega líka og hann er eitthvað aðeins tæpur og vonandi við bara reyna að vera skynsamir og vonandi að hann verði klár í þessu næstu 2 leiki. Takk.